we will raise questions in Icelandic, open in Icelandic. Feel free to raise questions in English. They will be answered in English. And any questions and answers in Icelandic, I will summarize and inform to our Kazakh colleagues afterwards. Okay. Já. Byrjum bara á því að bjóða alla velkomna, sérstaklega especially our friends from Kazakhstan. Welcome. Það var hugsað vel okkur í Kazakstan og eigum góða minninga þaðan, að sjálfsögðu, og vonandi getum við borgað þeim það sama. Það voru góði dagar, langir 6 dagar út í Kazakstan og góður undirbúningur fyrir þann leik. Og núna höfum við bara þessa 2 daga til undirbúningur fyrir leikinn í dag. Svona bara til að tala það lið. Þeir eru mjög breyttir frá leiknum úti. Það voru 7 leikmenn sem að spila á móti okkur úti sem voru ekki í byrjunarliðinu í síðasta leik gegn Tékkum. Þannig að það er lítið sem við getum tekið úr leikreiningu fyrir þann leik núna, og þetta lið er í mikilli framför og við verðum að hrósa þjálfaranum Júri Krasnósan fyrir það að gera góða hluti. Og fyrir ykkur blaðamenn hér á Íslandi þá hvet ég ykkur til þess að horfa á Tékkland-Kazakstan-leikinn áður en við dæmið þessa andstæðinga okkar næst. Því að þeir voru virkilega góðir í þeim leik. Við höfum líka talað það innan hópsins að það er auðvelt að missa sig missa einbeitinguna. Það er mikið hamingjóskum og það er mikið hæp á Íslendingum. En við verðum að vera duglegir og fókusera okkur og vera skýrir í hugsun og vera klárar á því hvað hefur hjálpað okkur í þessum leikjum hingað til. Og kannski í framhaldinu af því að þá þurfum við náttúrulega 1 stig og við megum ekki gleyma okkur að detta í það daginn fyrir partíið. Við verðum að vera allsgáður þegar það kemur á þessu leik og við megum ekki skemma fyrir okkur. Þess vegna væri óbóðslega gott, þó þetta sé ykkar blaðamannafundur og þið hafið frjálsar spurningar, að við einbyttum okkur að þessum leik sem er á morgun og séum ekki að tala mikið leikinn sem var í fyrradag. I'll just quickly summarize. Coach brought thanks to the Kazakhstan FA and people of Kazakhstan for their hospitality when we stayed in Kazakhstan. It was a great experience. The Kazakhstan team is changed from the time we played them. You mentioned 7 changes, right? From the starting lineup. 7 changes from the starting lineup, so it's a bit of a different team. They're a good team. The coach encouraged the Icelandic media to watch the game. The Kazakhs played against the Czechs because they played well, and they should not be underestimated. We still need 1 point to qualify, so we need to keep our feet firmly on the ground. We cannot underestimate this Kazakh team. It's a good team. Okay, spurningar úr sal. Nei, en að sjálfsögðu þá er bara erfitt eins og andrúmsloftið er á Íslandi að vera taka ekki þátt í gleðinni. Það er erfitt að komast hjá því, en það er kannski betra að strákarnir segi hvernig þeim líður. Já, ég meina við höfum náttúrulega brent okkur á þessu áður. Króatía útileiknum, það sem að heimaleikurinn var ágætis spilaður. Við náttúrulega missum hann á velli þar og svo var náttúrulega smá hátíðaröld og það var smá fíasko í kringum þann leik, útileikinn og eins og segið, við höfum brent okkur á því áður og við ætlum ekki að láta það gerast. Við höfum lært af reynslunni og erum bara starfandi í því að gera vel á sunnudaginn, klára þetta almennilega, fá 3 stig. Yeah, Captain Gunnarsson was asked whether players were keeping their feet firmly on the ground, and he said, well, we've had experience. We lost to Croatia in the World Cup playoff, which was a bitter experience, but a valuable one. We learned not to celebrate too early, and we will keep our feet on the ground and try to finish qualification off tomorrow, but to do that we have to play at our best.
Já, það var mesta eiginlega hræðslan krampagvend hérna sem að en aðrir eru bara feskir og flottir. Hvernig líður þér á hann? Mér aldrei betri. Þannig að þá erum við bara góðir. So question on injuries, any players unfit? Response is all players are fit, and captain said he's never felt better. Fabian. Question up to everyone. Do you think you caused some kind of euphoria in Iceland about your national team at the moment? Past euphoria, nú er þú. Hvað sér? Hvað sagði hann? Have we passed? Did you start some of euphoria? Like, is everyone like very enthusiastic now about football because the national team is playing so well at the moment? Oh yeah, of course. I mean, it's a part of it. We need to adjust to it. Like I said earlier, we've got experience from that, and we have to learn from that. Not to get involved, we have to keep focusing on our game, and we're always improving, like we've been doing all this qualification. So I mean, the most important thing is, like we've been saying, is keeping our feet on the ground. I mean, there's obviously going to be a lot of interest when a team is doing well. So just have to adjust to it and learn from it, and just take it in, enjoy it. Same question, Fabian, to the others. Colbert. Okay. Thank you. Next question. Yes. Excuse me. How about you can result between Turkey and Netherlands? When is Turkey make a tie with Netherlands? How do your motivation in this game today? It's very hard not to check the score in the other games, because it can mean a lot for us how we can play our game. But I think we will always go for the same routine, try to win the game, whatever the result in the other game. If we're going to watch it or let the players know, I don't think so. We prepare ourselves and try to not get off our track, just keep the same routine. But of course it will have an effect, and we probably have someone watching the game in the end while we're warming up. You players feel is a historical role this moment. Yeah, of course. It's if we get a point tomorrow, it's going to be a historic day. So we are obviously excited about it, and we must keep focused to get that result. Það verða fyrir ykkur þjálfarana heimur ef að leikirnir sem að hefði spilað sögur á morgun myndi spilast vel fyrir ykkur og að halda fókus á leikmannum þá, það er fyrir leik. Alveg örugglega, bara eins og tæknin í dag, þá fá menn pípiraskat í einhvern síma eða eitthvað svoleiðis, þannig að það er mjög erfitt að halda upplýsingum frá leikmönnum, þannig að það er bara eðlilegt, og bara, það er ekkit eðlilegra í heimi að menn hafi áhuga á því að sjá hvort þeir eru konir í lokakeppni Evrópu, og en við erum bara búin að ræða þetta svolítið á fundum núna, að við reynum að gera allt til þess að fókusera á þennan leik og klára þetta með stæl hérna á morgun. So the question was basically a follow-up from your previous question, whether it would be difficult to keep focused, knowing the result from the two matches being played ahead of our match tomorrow. Well, with modern technology, it's impossible not to know the result, obviously. There's a beep in every phone that tells you the score of each match you're following. I won't literally translate what the coach said, but we intend to keep focused, remain intent on getting a good result tomorrow and making the nation proud. Fabian. A question to Jaime. Can you maybe explain how you share your task as a coach with Lars? Are you like a classical assistant coach, or do you have like the same power, so to speak? Yeah, we do, but we both have our qualities and our weaknesses, and we try to let our strengths shine. And yeah, so Lars is better in some areas, and I'm better in other areas, and we try to separate it that way. And but yeah, when it comes to picking a team or whatever, what training we use or how we present our tactics in the meetings, we do that together, of course.
maybe an example, what's like your strength and what Lars' strength is? Just maybe an example. Yeah, we have a lot of strengths, so it's going to be a long meeting. Now, yeah, his experience is like none here. We haven't had a guy with that experience in this area of football, so his knowledge I don't think there's a score line or a situation he haven't done before, so that's really an honor for us to have a guy like that here. I'm more into technology. I do analysis myself and cut videos and do the meetings and yeah, maybe a little bit what can you say, adventurous than him, but his stability is of course what has done a lot of good for us here, and experience. It could be a really long answer, but let's focus about the game tomorrow. Yes? We'll play tomorrow, Pedro Gudjónsson. You'll see. Spurningar á sal, fleiri? Ein góð. Einhver með bestu spurningun í dag? Benny. Ég? Áritaði bolti. Já, hver fær hann? Besta spurningin. Besta spurningin. Besta spurningin fyrir það er besta bolt. Það er bolta, áritaðan bolta. Engin pressa. Engin pressa. Það var hérna... Hvernig var svona eftir þessi pastalæti og annað sem ég er svona búinn að slá í gegni, hvað gerðu þá? Hvernig fóru í ísbað og voruð að til 3 nóttina eða hvernig? Kannski skrítin spurning fyrir mig og Kolla þegar við fórum báðir í drugtest. Þannig að við þurftum að, við náðum ekki þessum fagnalátum. Rétt náðum hann inn áður en við fórum þangað. Mistum að öllu í rauninni. En við vorum ég meina, sjúkraþjálfararnir voru held ég til 20 held ég að nutta menn og koma mönnum í stand. Þannig að þetta bara, við þurfum bara eins og ég segi, við þurfum að fókusera á þennan leik á morgun og leikurinn verður virkilega erfiður, við vitum það. Kasakar hafa komist yfir á móti Hollandi, hafa komist yfir á móti Tjekkum í síðasta leik og þeir eru sterkir. Það bara þannig og við erum að fókusera á það og þau eru náttúrulega endurheimta úr Hollandsleiknum og við höfum gert það vel, sjúkraþjálfarinn er hróskilið. Hvernig gekk Liverpool, Kolli? Bara frábærlega, hvað vorum við lengi að bíða fyrir að ná að pissa? Það gekk erfiðlega fyrst, náttúrulega gríðarlegu vöku sem maður tapar í leik og við vorum eitthvað að reyna að drekka nógu mikið til þess að ná að pissa, en Elvar var nú eini maðurinn annar sem beið eftir strákunum. Svo gerist þetta líka með aldrinum ekki, maður er alltaf erfiðar og erfiðar. Já, akkurat. Okay, so best question of the day from Benny. What did you do post-match in Holland? Did you celebrate? Well, difficult for these two to answer because they were the two selected for the post-match dope control, so they missed the celebration in the dressing room. But it's such a short time between the matches now that there was a match on Thursday and then there's a match again on Sunday, so just 2 days between to recuperate. So there's a lot of emphasis on rehabilitation and recuperation with the physiotherapists, resting. Ending with saying again that Sunday is going to be a really tough game. Kazakhstan is a strong team and we really must remain focused to finish the task at hand. But incidentally, both players feel they've passed the drug test, did well, but it's a bit difficult to complete the task in a drug test when you've lost so much water in the match. But the coach also reminded them that with age it becomes more difficult too. Not that Heimir is old, but I guess that's experience from him. Líka skemmtilegt var að horfa á Íslandi í dag í gær, þar sem að Hjörtur og Sölvi koma inn á og sér þar, Sölvi svarar þar, hann er í kringum landsliði núna og hann sér hversu mikill fókus í liðinu, hann sá þessi fagnaðarlæti, svo bara kom dúnalogn, eins og hann sagði, eins og hann orðaði vel og þetta sýnir bara hvar við erum akkurat núna, við erum bara með hugan við þetta verkefni og við þurfum að klára þetta verkefni og það er bara þannig.
Það var í rauninni farið bara í Kazakstan-leikinn eftir svona korter. Við leiðum ykkur korter og svo bara næsti leikur. Bara næsti leikur, það bara þannig. Það undirbúið sig, ná þessu recovery, endurheimt og bara fókusera á næsta leik. Þetta bara reynslan orðin þannig í þessu liði að menn eru fókusera á næsta verkefni bara korter eftir leik eða að menn eru búin að fagna. Ég held við verðum líka að hrósa sambandinu að það búið að læra af leiknum gegn Króatum úti þar sem að þjóðin fór á smá gleðifyllir í og hérna það voruð einhvern veginn, við verðum svona bestu vinir allra. Það voru skrípalæti í kringum allt sem við vorum að gera og allir vildu vera með og hérna núna erum við bara búin að læra að því að þó við viljum auðvitað hleypa öllum að okkur þá verðum við ykkur staðar að draga línuna og láta leikmennina fókusera í friði og bara hrós til ykkar líka að taka þátt í því með okkur að setja ekki annað eitthvað fíasko að stað og höfum þetta bara á faglegum nótum, klárum okkar verkefni og svo sjáum við til hvort við getum ekki gert eitthvað sniðugt með ykkur. Það er kannski verið betra að fá bara útileik? Við vorum í útileik en nei, þetta er bara allt í góðu lagi og eðlilegt að þjóðin sé stolt af strákunum og á að vera stolt af strákunum en við verðum náttúrulega að hafa okkar frið til þess að undirbúa okkur fyrir þennan leik sem er mjög mikilvægur. Forsetan verður ekki góð í hálfleiksmótinu? Ég veit ekki hvort að við getum stoppað hann en við getum líka tekið hann í mat seinna bara. So just to finish off, asked again about celebrations. Well, the captain reiterated that we celebrated for 30 minutes post-match, and then it's Kazakhstan already preparation. So we don't celebrate long. We know where we stand. We've come a long way as a team, and we know the nation is proud, but we're not there yet. And we know what we need to do. That is to remain focused and play well against Kazakhstan tomorrow. That's the key message we're going to take out of this. Okay? Það var ekki skemmtilega að Hollandi bara klára sitt á morgun og klára þetta og sjálfist þannig að lenda kannski einhverjum fögnuði fyrirleik? Jú, það er náttúrulega skemmtilegast að klára þetta sjálfur og hérna, þetta eru oftast erfiðustu leikirnir þar sem maður þarf að klára þetta virkilega og vonandi bara það sem við höfum lært senustu 3-4 ár með Heimi og Lars og bara allt liðið, það er vel samstilt og við erum það fókuseraðar að við viljum klára þetta verkefni og það eru allir saman í þessu, líka leikmenn sem ekki að spila, þeir hjálpa þeim sem að spila og það sýnir styrkinn í þessu liði. So main strength of the squad is we're a team. We're a tight-knit unit. Whether we're in the starting lineup or on the bench, we're all in this together, and we are a tight-knit team. Also asked if it will be a strange feeling if the results go a certain way before our game. That means the 2 other matches tomorrow. Wouldn't it be better if the question was, wouldn't it even be better if Holland just wins, so we are on our toes for the match? And the player simply replied that we'll take whatever comes our way. We are focused on playing Kazakhstan. It sounds much better when Omar says it than we say. Takk Benjamin, besta spurningin, besta hrósið, besta sætið. Okay, thank you. Spasiba. Já, akkurat. Já, þú má taka þetta.